velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudegi mitt sumar. Meðan að boltinn rúllar á RÚV, þá eru sagðar fréttir á Samstöðinni. Það komin fréttatími. Hjá mér er María Lilja og Sigurður Magnús. Velkomin. Herðu, frétt dagsins, ég veit ekki, er ekki bara hvað er heitt? Hitamet fyrir norðan og austan? Já. Svolítið heitt í bænum, ekkert sérstaklega heitt samt. Jó, ég var enda svolítið fegin að það var ekki sól í dag. Ég fæ nefnilega svo mikið svona, ég fæ svona sólarkvíða. Mér finnst ég þurfa að vera úti allan daginn. Þetta er rauðar það? Já, ég er. Þannig að ég var rosa fegin að þurfa ekki að vera úti allan dag, einhvern veginn svona vesenast. Það var hitamet fyrir norðan lýst illa á næstu daga, það er sagt. Það er strax komið hljóð í skrokkin. Þetta er Guðveig Guðmundsdóttir á Grímsstöðum sem að segir þetta. Það var hitinum komið nálagt 30 stigum og henni fannst að vera komið full gott. Það er ekki svona mikið fyrir þetta eins og María Lilja. Svona ofalega álendinu eitthvað? Já, náðu upp í 30. Það voru hellinga hitamöndum slegin, ég veit ekki hvort við fylgdist með þessu. Mesta, hvað heitir þetta, bætingin var á Gullfoss. Þar fór hafði fyrrametið verið tæplega 20 gráður, nú er metið tæplega 30 gráður. Hækkaði 9 heil stig þar sem hefði verið hæðst meldur hiti á Gullfossi. Já, nú myndi einhver segja að þetta væri kannski svona áhyggjumerki, við ættum að hafa áhyggjur af þessu yfir svona hlýnandi veðri og svona öfgum í veðráttu. Haldið þetta sé hlýnun jarðar. Það verði hitabylgja á Íslandi, ég held nú ekki. Nei. Guðveig Guðmundsdóttir, henni finnst komið nóg. Þetta eru leifar af hitanum sem var í Evrópu. Komin ykkar norður eftir. Það var náttúrulega kólnar yfir hafinu á ferðinni. En þetta er mjög þægilegt fyrir okkur. Við erum bara alsæl með þetta. Það er svo heitt í gær, ég labbaði svolítið mikið og ég segi þetta ekki að ég var einu sem var í New York sem er eiginlega ekki hægt að vera á sumrin í New York og þá sagði ég að það hefði verið 7 skyrtu dagur og þá svitnaði maður svo mikið að þetta 7 skyrtur í daginn. Það láið að væri svona 3 skyrtu dagur. Ég var eins og í London í svona hitabylgju, það var alveg hrylling. Já, hryllilegt. Það er engin loftræsting í húsunum í Englandi, engin kæling, sko. Þannig að það verður ólíft inni. Það var hitabylgjum daginn, ég talaði við Guðmund Auðunsson og ég spurði hann eitthvað því að því hafði verið hitabylgju í London og þeir kvarta svo mikið. Þeir eru ótrúlega mikið dæs í neðarðarlestunum og lestunum. Já, það verður líka alveg eins og að vera í niðursuðudós, sko. Það er alveg hryllingur. Það er eitt sem að fylgir hitanum í Íslandi, það er við erum með fréttu það eru blikblæðingar á flestum landshlutum. Það var einmitt að segja það. Þetta hefur alltaf einhverju neikvæði liða líka. Já. Og það var bara klæðningin á þjóðvegunum, hún bara soðnar. Já, ég var aðeins að googla þetta áðan með byggblæðingarnar og svona ástæður fyrir því að þær kæmu upp. Sko, Vegagerðin vil meina að þetta sé ekkert einsdæmi á Íslandi þó að maður tæki nú kannski ekki mikið eftir þessu í umfjöllunum annars staðar. Ég veit svo sem ekki, ég hef ekki mikið verið að keyra í útlöndum. En þegar ég segja að þetta hafi fyrst komið upp á Íslandi 1980. 1980? Já. Svo langt síðan? Já, en þetta er eldra en ég. Ég var einu sinni staddur á Krá á Egilsstöðum fyrir ekkert svo mörgum árum. Þá kom til mér maður og vildi tala um þetta. Hann hafði verið að leggja malbygg og olíumöl alla sína ævi. En hann sagði að ástæðan fyrir þetta væri svona slæmt núna væri að það mátti ekki nota tjöru út af umhverfisástæðum. Og þess vegna hafi verið farið í tilraunir með repjuolíu og alls konar, alltaf að reyna að finna eitthvað, ekkert að þessu virkar eins og tjaran gerir. Og hann sagði að þetta væri svona dæmi það sem að væri verið að reyna að mæta einhverju svona mengunarvöldum með því að raunverulega menga miklu meira því að þessar ónýtu klæðningar gera náttúrulega miklu meiri skaða. Já, alveg helling. Við séum myndir af bílum sem eru bara dekkin eru búin að sóla dekkin bara með vegaklæðningunni. Þeir eru bara með klæðninguna á dekkin. Það geta eiginlega keypt bara út í maður. Já, hver með sín veg. Ég selið ekki dýran þegar ég keypti frekar heldur annað sem að mér heyrir svona
á börunum sko. Þetta Vegagerðin segir þetta sama, þetta sé lífólían sem sé vandamáli. Þá ætti mig fyrst mér að ég myndi vilja sjá núna bara úttekt á því, ekki bara alveg skott að leggja almennilegt malbik í staðin fyrir að vera að leggja þetta sko annað hvert ár. Því að malbik ætti að duga á svona fáfarnari vegum þar sem þetta lagt á. Ég held að sé malbik til dæmis yfir Hellisheiðina og svona það sem mest á umferðin. En þetta notað á fáfarnari vegum sem eiginlega allur hringvegurinn fyrir utan bara Hellisheiðin og kannski Keflavíkurveginn. Ég held að sjá úttekt hvort það sé ekki betra að gera þetta bara almennilegt. Herðu, ef við varum í pólitíkina, það fyrirsögn frá henni Þorgerði Katrín. Vonar að Evróputengt mál verði ofarlega á blaði að vera að fara að undirbúa sig fyrir næsta þingvetur. Vonist þið allir því? Ég bara umræðina þetta. Ég bara vona að það verði ansi margt ofan á næsta þingi. Við viljum að veri öll svona stóru mál komi í umræðina. Já, en haldið miðað við sko málþófið sem var út af veiðigjöldunum, hvernig haldið að málþóf Miðflokks og Sjálfstæðisflokks verði út af Evrópumálum? Það hjálpir mér allir heilagi með það sko. Já, einmitt. Ef við telja það að 7 milljarða aukin veiðigjöld á útgerðina sem að langstærstu leyti borgað af stórútgerðinni þó svo að aðri borgi kannski 2 milljarðar sem eru þá millistórar útgerðir 5 milljarðar eru stórútgerðin cirka og það til þess að verja byggðina. Hvernig heldur þið látið þegar þið fara að verja það að Ísland gangi inn í Evrópusambandið? Það verður átök sko. Nema að það var náttúrulega einu sinni stefna Sjálfstæðisflokksins að yrði kosið aðildarviðræður. Bjarni Benediktsson og Illugi Gunnarsson barðust saman fyrir því. Já. Herðu, það var ég tók eftir Halla Hrund Logadóttir skrifaði langan status og ég tók eftir bara á Facebook að það voru margir að deilunum og hæla Höllu Hrund. Kannski þeir sem hafðu verið mikið af skamma þingmennu undanfarið fyrir að hafa gert sig að fíblum. Og mér fannst það svolítið eins og fólk verið fegið að það kæmi þarna fram þingmaður sem bara virkaði eðlilegur. Sem í stjórnarandstöðinni. Ég las þetta einmitt líka á Facebook, ég sá að fólk var einmitt að segja að þetta væri svona pólitík sem það vildi sjá og svo nættu stjórnmálamenn auðvitað að koma fram og annars lítið þetta. Svo finnst fólki hún svona brosýr og svona líka vel á henni og svona. Fólk sem kaus hana sem forseta. Það voru margir sem ég sá sem voru að segja það að hún verið minn forseti. Að sumi leyti held ég að það byggir á því að forseti sem var kosin, hann ekki svona flug á Höllu á Bessastöðum. Það svona frekar svona daufar fréttir af henni og umtal. Hún ekki búin að sigra hjarta þjóðarinnar. Nei. En samt sjáum við sko það sem hún kemur og sko að þá hún forsetinn, það ekki milli mála. Og En hún ekki búin að gera það sem Guðni gerði, en Guðni var búin að ná þessu bara á innan við ári að 95% voru bara ánægð með hann. Ég held að Halla sé ekki búin að ná því. Ég kaus Höllu ekki, en hún bara réttur forseti Íslands og það bara þannig. En það var sniðugt, þau voru í grunnskóla saman hjónin og svo spurði ykkur krakkinn, forsetan getur að staða höndum. Og þá sagði hún, nei, en Björn getur það og hann bara fór og gekk bara á höndum fyrir krakkarna. Hann hefur treykt Höllu kannski, unga kjósendur. Síðan meir. Nei, hann sagði okkur Björn Þorláksson, okkar maður, hafi sagt að hann kom, þegar þau komu, norður, að þá hélt Halla einhverja ræðu, ávarp og svo stóð henn bara með stand-up komedian, bara allir hlógu og mjög skemmtilegu maður. Herru, ég ætlaði nú ekki að vera umræðinni að ég nefndi þetta bara því að ég fannst svona ábyrrandi hvað að maður finnir það stundum að þess að fólk vilji hæla einhverjum, að fólk hafi verið leitt á þessum skömmum og Halla Hrund á það svo sem skilja, hún frábær viðmælandi sem komið hingað, hún alltaf að vilja tala málefnin og hún brennur fyrir einhver var að segja það, var það ekki illu, eitthvað þræðið illu, var að segja það
að Halla Hrund ætti að gangi í Samfylkinguna og taka við sem orkumálaráðherra því að fólki líst ekki alveg á Jóhann Pál sem er alveg óður í allri sko vildu skipta, vildu gera skiptidíl, að fá Jóhann Pál inn í Framsóknarflokkinn og Höllu inn í Samfylkingu. Já, þetta er svona eins og maður býtaði á körfuboltaspildum. Það heldur áfram svona uppgjör út af þessum dögum sem voru í þinginu eðlilegt að það mun taka kannski smá tíma þegar við sjáum að Sjálfstæðisflokkurinn eyða peningum í það að láta sína sögu vinna, hann auglýsir mikið á samfélagsmiðlum og gengur í út alla fjölmiðla að reyna að láta sína sögu vinna. Ásta Lóa, hún á eina fyrirsögn, ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og VG hafa farið í einu og öllu eftir kröfum stórútgerðunar. Þannig að benda það sé munur. Það síðustu 2 ríkisstjórnir undan hafi verið þannig. Nú sé komin annar tónn. Og ég sá að á miðjunni á þér að þá var fyrirsögn Sjálfstæðisflokkurinn stjórnmálaarmur SFS. Hver sagði þetta aftur? Marinókin. Já, Marinó. Ég man ekki allt smári. Það eins og oft þegar kemur eitthvað svona viðburður eða atburður, það kemur svona eftir marga daga þar sem verið að glíma söguna. Hvernig þá nýliðina sögu. Hvernig það settlast málið. Og ég held að, ég veit ekki hvort að stjórnarandstöðunum takist að láta söguna líta svo út að ríkisstjórnin hafi svikið þjóðina. Ég held að það sé langsótt. Með þeir reyna það. Mér veist eina ég hef sagt áður hér, ég er svolítið svektu hvað þið gáðu mikið eftir í veiðigjaldamálum. Mér veist það og líka önnum mál, við tókum í gær. Já, svo það. Við tókum í gær sem við köllum kirkjugarður ríkisstjórnarinnar, mál sem höfðu dáið. Það var ein frétt núna sem var á heimildinni, stúdentar gjalda fyrir málþófum veiðigjöld. Það Lísa Margrét Gunnarsdóttir sem formaður félagsstúdenta, það ekki félagsstúdenta Háskóla Íslands sem að maður svona vanur að því að horfa á þessi eina stúdentafélagi, en það náttúrulega háskólar út allt, þannig það eru landssambönd stúdenta og Lísa Margrét þar. Þeirra frumvarp sem var lagfæring á Menntasjóði sem nýtt nafn á lánasjóðnum sem virka bara ekki og við höfum oft fjallað það að það sé ég held að sé 20% nemenda sem að taka lánar. Sjóðurinn að drukna peningum fyrir þess að það gangi ekki út af því það er svo óhagstætt að taka lánin. Þetta frumvarp sem að dagaði uppi snýrst ekki beint það að laga jafnrétti til náms sem lánasjóðurinn uppáflega átt að útvega en eftir breytingarna 2020 alveg ljóst að gera það ekki. Þetta var, þið kannist við að verið styrkir, þannig að hluti af láninu mjög háum vöxtum, en í staðinn að áður hafði verið lægri vöxtum, þegar staklega þessi háu vextir sem bara eiginlega markaðsvextir, að þá kemur á móti styrkur. Nú gildandi lögum það þannig að þú færir styrk 30% af upphæðinni þegar þú klárar nám. Tillagan var svo að þetta væri svo langsótt að þetta býða svo lengi og fengi 20% á hverju önn og svo fengir þessi auka 10% í lokin. Það var bara einhver lagfæring, svona styrtileg, allir ánægði með þetta. Ég held að það sé engin ágreiningur þetta. En þetta eitt af þessum málum sem bara komst ekki gennum þingið. Já, sem var borið í kirkjugarðinn. Já. Eftir aðra umræðu, þannig að þetta var á ansi langt komið mitt og það er ljótt að sjá þessi mál sem voru komin þetta langt, voru komin, búin í fyrstu og jafnvel að það hefja allt þetta. Þingið eiginlega bara eftir að kjósa og en nú þarf að byrja alveg upp á nýtt og sem alveg fáránlega regla. Tengt þessu, það búið að veiða 95% af strandveiðikvótunum og samkvæmt núgildandi lögum að þá ætti þessi Fiskistofa ætti bara að flautið af. En það er reynd að búist við að það verði gefið út reglugerð sem heimili meira. 10.000 í það. Að það sé samkomulag það. Ég held að efast ekki það. En það samt svona að kannski er eitthvað stressaður strandveiðimaður sem að býst við að Fiskistofa stoppi sig bara strax á morgun. En við reiknum ekki með að það gerist. Talandi svona ágreiningin eða glímuna söguna, þannig einu fyrirsögn sem eru fjárfestar í sjávarútvegi fara að líta annað.
Sko þetta eitthvað svona sem rekur eitthvað svona ráðgjöf í verðbréfabraski og hlutabréfabraski og þannig á þetta líti út svona eins og að veiðigjöldin séu slæm því að fjárfestar vil ekki fjárfesta lengur í sjávarútvegsfyrirtækjum og þau hafa lækkað í verði en það bara kemur almenningi bara ekkert við. Það er ekki þannig að það sé eitthvað sjávarútvegsfyrirtæki að fara út á markaðinn að sækja sér fé þannig að það að fjárfestar hafi minni áhuga á hlutabréfum í sjávarútvegsfyrirtækjum drægi úr fjárfestingagetu þeirra. Það ekkert svoleiðis. Þetta bara það að þeir eru að kaupa gamlar eignir út á suður og kannski því að þeir núna getur ekki borgað svona gríðarlegan arð því að þeir eru með ókeypis aðgang að auðlindinni eða svo til ókeypis. Þetta þurfa að borga aðeins meira í sameiginlega sjóði að þá kannski aðeins minni arður og þá kannski aðeins minni áhuga að kaupa þetta. En þetta er látið eins og sko að hlutabréfamarkaðurinn sé einhvers konar svona hitamælir á því hvernig þjóðarlíkamanum líður. En hann er bara vitlausasti mælir sem hugsast getur til þess. Bæði út af þessu en svo líka því að markaðurinn hann fer alltaf á taugum sko. Þegar vel gengur þá er hann allt á hæ og þegar illa gengur þá er hann allt á down þannig hann er eiginlega alveg glataður þannig að það ættum eiginlega aldrei að flytja neina fréttir á hlutabréfamarkaði. En þessi sko stóru sjávarútvegsfyrirtækin þau eru stöndug sko og það er verið að bjóða okkur upp á eitthvað annað þá vitum við bara að það er rangt. Þetta eru miklar eignir, mikið umfang og En eftir sem áður getur þessi maður haft rétt fyrir sér því að þú veist það var svona mikið afgangur til þess að borga eigandunum en núna er það bara svona mikið og það getur verið að þú veist að verðið hafi myndast út frá öllu þessu sem átti að vera hægt að greiða til eigandana. Nú er það aðeins minna og þá lækkar bara verðið en ég meina who cares? Herðu, ég er með fyrirsögn úr einn af þessum endalausu skoðanadálkum í Viðskiptablaðinu. Tegja mér svona langt núna. Hvar var það? Fjárfestar í það er Homer Simpson og næsta skref Íslandsbanka. Þetta er huginn og munin og þessir dálkar sem þetta er fjallar það að Íslandsbanki hafi sko ekki náð að vinna kapphlaupið við Arionbanka sameiningu við Kviku og það er svona ýmsum finnist það bara góð tíðindi því að það er bara tómt vesen. Og þeir eru að tala þarna Heiðar Guðjónsson sem einu sinni satt í stjórn Íslandsbanka, ég held að gera það ekki lengur en hann hefur verið með kröfu að Íslandsbanki kaupi eigin hlutafé og þetta er það sem er gert á markaði að segjum að Íslandsbanki rúti hlutir bara fleiri milljarðar og hann fær leyfi á hluthafafundi til að kaupa kannski 5% tilbaka og þá er það í staðinn fyrir hann sé að byggja upp bankan sinn eða greiða hluthafunum arð sem hluthafunir þurfa að borga stundu skatt af. Það er þetta endalaust tækifæri á því að fresta því og fela það. Í staðinn fyrir að hann greiði hluthafunum sínum arð þá kaupir hann eigin bréf sem að leiði til þess að það er fleiri að kaupa bréfin á markaði heldur en að selja þannig að bréfin hækka og eigendurnir græða miklu meira en þurfa ekki að borga skatt af því að það bara hækkar eignin hjá þeim. Þetta er þetta er bara til þess að gera hinna auðugri. Þetta gerir þetta var gert mikið við Símann. Arionbanki er búin að gangi í gegnum þetta. Ég held að Arionbanki hafi greitt bara með þessum hætti keypt bréf fyrir greitt sko hluthöfunum og keypt eigin bréf fyrir eitthvað 70-80 milljarða. Ég las það daginn að 5% af landsframleiðslu Bandaríkjanna fara í fyrirtækin sem eru að kaupa eigin bréf til að auka auð þeirra sem eiga það og 5% af landsframleiðslu í Bandaríkjunum, þeir getur byggt upp heilbrigðiskerfi fyrir þetta. Þú veist, það eru gríðarlegir fjármunir sem eru notaðir bara til þess að auka auð hinna auðugu og svo fáum við fréttir úr þessu, ekki bara Viðskiptablaðinu, heldur stundum bara úr RÚV og fleira, þar sem við eigum að trúa því að þú veist hvernig þeim gengur að auka auðsinn með því að spenna upp verðið á bréfunum, að það er við að líta á það sem svona jákvæða þróun. Eins og manni bregður við þegar að banki allar að kaupa eigin bréf. Bara út af hruninu? Já. Það var svolítið annars... Já, ég veit það, en samt sem áður. Þetta er eitthvað sem að bara, er eitthvað byrjað aftur. Því að sko, eignir bankana voru bréf í sjálfum sér sem voru gjörsamlega verðlaus. Þá var það þannig að banki lánaði Maríu Lilju til að kaupa bréf í sjálfum sér. Þetta er ekki þannig, sko. Þannig að þetta kaupi banki bara og bara slekkur á bréfunum.
og bara færiðu niður, þannig að þau eru ekki lengur til á markaði. Þannig það ekki svona lán sem á móti þessu eins og var þá. Já, takk fyrir það. Það var sagt á sínum tíma að þegar íslensku bankarnir gerði þetta, og það er gott að hafa í huga því að stundum verið að halda því fram að hrunið hafi ekkert verið hrun og ekki verið út af einhverju mistöku bankamannanna. Þetta það heimskulegast og menn eru búin að vita það í meira en heila öld. Að heimskulegast þessi banki gerir að lána fólki til þess að kaupa bréf í bankanum. Já. Þú veist, það bara vís leið til glötunar, en það gerði íslensku bankarnir. Herðu, Trump vinnur okkar, hann hótar 30% tolli á ESB. Já, hvað, var ekki 15 síðast? Þetta eru orðnar svona daglega fréttir, það er erfitt að fylgjast með öllum þessum tölum. Núna vill hann fá viðskiptasamninga. Já. Ég fór að velta fyrir mér að munið þegar hann sagði að ætlaði ekki að senda loftvarnarflaugar til Úkraínu. En svo sagði hann að við sendum þær, en Evrópa verður að borga það. Þannig að Evrópa núna bara að kaupa flugskyti af honum. Og núna ætlar hann að setja tolla á þá, þeir hlýða honum ekki. Evrópa hlýður honum í einu öllu varðandi Ísrael og Gaza. Þannig að sömuleyti þá komast Bandaríkin upp með hvað sem gagnvart Evrópu. Já. Og ég sé ekki að neitt í Evrópu ætli einhvern veginn að... Nei. Macron var eitthvað að tala að þeir þyrftu að búa til mótvægisaðgerðir. Já, hvað heitir hann sem framkvæmdastjóri NATO núna? Hann... Rútge. Já, hann hitti Trump og sáum bara í sjónvarpsfréttum að hann bara deyju hrifningu. Hann skrifaði ástarbréf til hans. Já. Og kallaði hann bara pappa. Já, mitt. Herðu, talandi hann, þetta eru tollanir á Evrópusambandið, hann að gera sama með Kanada og Mexíkó og fleiri lönd, en svo hann að setja 100% tolla á Rússland og þá sem að stunda viðskipti í Rússland, það eru 50 dagar sem þeir fá til þess að stoppa stríði í Úkraínu, annars mun að setja þess að tolla á. Rússarnir virðast engar áhyggjur á þessu. Annarkvort takar ekki mark á honum, eða þeir meta þessi svo að Bandaríkin myndu skaða sig meira og setja 100% tolla á Indverja til dæmis sem kaupa mikið olíu frá þeim. Að þetta sé eiginlega, hann geti ekki gert þetta sko. Allavega eru menn að ráða í viðbröð Rússa. Maðurinn hefur verið, eins og að segja, með mismunandi tölur eitt og annað land eða heimsálfur og við munum ekkert hvað var síðast sko. Nei. Hann skiptir svo oft skoðun þessu hvað hann hefur rann að háa sko. En þú manst hvernig sagan Úlfur endaði sko. Úlfurinn kom sko. Já. Þannig það ekki hægt að segja að þetta sé bara Úlfur því að svo hækkar hann koma tollanir allir í daginn. En Úlfurinn kom og á drengin sem hrópaði Úlfur. Ég myndi nú segja að Trump væri nú kannski þessi sem hrópar Úlfur og það verði þó eitthvað sem éti hann vonandi, kannski. Já, hann segir ég ætla að hækka tolla og allir segir hann ætla að hækka tolla, svo gerir hann það ekki. Svo segir hann ég ætla að hækka tolla og ég gera það ekki. Svo segir hann ég ætla að hækka tolla og hætti allir hlusta. Þá kannski allir að hækka hann tolla. Já. En þú vonar að Úlfur í þetta. Herðu, það Áslaug Arna, ég veit ekki okkur að förum til hennar og Trump. Hún komin aftur á þingfararkaup. Já. Hún var hætt. Já. Getur útskipt okkur? Já, hún kallar ekki inn varamannin fyrir sig. Nei. Þannig að hún ennþá bara þingmaður, hún ekki búin að segja sér þingmennsku og svo sem að lesa hann af fer það bara inn í haust og meðan hún þingmaður. Hún búið í New York og komin í nám. En hvernig virkar það? Já, því að nú var hún kláraði ekki eins og þingið, hún kallaði til varamann. Nei, hún rétt kjörið þingmaður. Já. Og er það þá einhver annar varamaður sem kallaður inn eftir? Með 3. eða 4. varamaður, af því að hinu var allir í útlöndum, kom inn og var hann einhverja síðustu 10 dagana. Eða 2 vikurnar. En það er bara ekki nógu mikið innkall til þess að hún fari bara að verði skráð sem raunverulegu þingmaður. Þannig þegar hún fer aftur bara í sitt líf, þá dettur aftur launin til Áslaugar Arna. Já, þetta ekki varamaðurinn ekki gift Sigurði Kára Kristjánssoni, ég held að. Sem að varða hann inni. Það Sigurður lögmaður sem á að verða varamaður hennar núna í haust. Hilmarsson. En mér finnst þetta reyndar alveg ótrúlegt í samhengi við fréttir af Lánasjóðnum og
Og svona, hvernig stúdentar voru látni sitja á hakanum að Áslaug Arna sé komin aftur á þingfararkaupi. Þetta einhvern veginn, þetta talar ekki saman. Já, það verður á því allt sumar. Þegar við ekki fer þessi... Það ekki bara detta niður ef hún hætt. Hún bara ekki búin að gera neitt formulega. Hún var bara leyfið frá þingstörfum. Hún búin að fara í viðtöl, hún búin að vinka og hún búin að... Já, hún samt þingmaður. Það hún segir að sér, þingmenn geta tekið upp öllu. Talandi svona þéttamund, þá hérna fyrirsögn, við getum ekki leita fólk uppi. Þetta framkvæmdastjóri félagsbústaða. Það hefur verið fréttir af því að þegar félagsbústaðir þurfa stundum að tæma íbúðir. Það náttúrulega fólk bara fer eitthvað, það náttúrulega fólk þarna inni sem getur bara farið bara í meðferð eitthvað, flutt út og þá búslóðin tekin. Og svo eru dæmi það eftir einhvern tíma, þá það bara eitt. Og það var einhverja kvarta undan þessu að við tapað þarna dýrmætum listaverkum. Já. Og vangavellan eiginlega, ef að þú ert með fátækasta fólkið í Reykjavík og eigur þess, áttu ekki bara að geyma þetta, Ég myndi nú segja það. Ég held ef að með misminnir ekki hérna úr lögfræðinni, þá hefurðu aldrei leyfi til þess að farga eignum annarra, Ég held að það sé bara hérna félagsbústaðir búnir að búa sér til skaðabótakröfu. Ef ég verið með búslóðageymslu og þú geymir búslóðina þína og svo ferðu bara til Kína, kemur til 7 ár og þú ert ekki búin að borga leiguna og ég bara sett hana á sorpu. Já, nú man ég ekki alveg hvernig þetta var, en þú þarft allavega að, það þarf að gera einhverja sérstakar ráðstafanir. Ég man ekki alveg hvernig það er svona. Hann getur kannski sett skilyrðið, leið á greiðslur mögulega þú kvittar undir það í leigusamningi að dótinu þínu verður fargað eftir ákveðin tíma, komir ekki og sækir það, en ég held að því að eignarrétturinn okkar er svo voðalega sterkur í íslensku réttafari, þannig að ég held að ég myndi nú allavega að reyna á það ef ég væri þessi aðili að kannski ætti líka að hugsa til þess að þarna er fólk sem á kannski minnst í samfélaginu. Já, einmitt. Ekki fallegt að eyða því. Nei. Það er ein frétt frá Bógóta í Kólumbíu. Þar var fundur, það er svona ýmis ríki sem eru að reyna að finna eitthvað lausn á þjóðamorðinu í Gaza. Og það sem var áhugavert við þetta er að þarna eru náttúrulega ekki Vesturveldin. Þarna eru bara lönd héðan og þaðan í heiminum sem ábýður þetta. Ég veit ekki hvort það sé ykkur von til þess að hún var nú þarna á myndinni með fréttinni, hún Francesca Albanese sem að Bandaríkjamenn hafa eiginlega gert að eftirlýstri konu fyrir að segja satt það sem nú gerast í Ísrael. En ég tók þetta nú bara svona með. Já, það er áhugavert að íslenskt ráðafólk skuli ekki verið á þessum fundi. Heldur eru þau hér á fundi með Ursulu von der Leyen? Hún kemur á 50. Já, þannig að það er svona, það er svona forgangsröðunin að þeir virðist og ég sá að fólk var svolítið að velta þessu fyrir sér á samskiptameilum í dag. Það er Ólafur Ólafsson segir instead of attending emergency conference of states in Bogota to halt Israel's genocide in Gaza, the leaders of the Icelandic government prefer to take genocide complicit Ursula von der Leyen sightseeing in Iceland. Þess að fara með hana í útsýnistúrum Ísland frekar heldur en að taka þátt í þessum fundi. Ég ætla að tala þetta við hana Helena Ólafsdóttur, hún stödd í Sómalíu. Ég ætla að hringja í hana hérna í lok þáttarins og meðan annars að tala við hana þetta heimboð til Ursulu von der Leyen. Herðu, það er önnur erlendi frétt sem hefur verið mikið í Bretlandi. Það var þannig að þegar að Bandaríkjamenn bara gáðust upp, að Bretarnir höfðu náttúrulega farið með þeim inn í Afganistan eins og þau fóru með þeim inn í Írak og Bretarnir fara alltaf með, einhvern veginn svona hugmyndum, eitthvað sérstakt bandalag þessara ríkja. Að þá voru margir sem voru samstarfsmenn breska herliðsins í Afganistan og þá voru 45.000 manns sem óskuðu eftir að fara til Bretlands af því að ef þú ert að styðja hernámsliðið þá er það kannski ekki vært þegar Talibanarnir ná völdum. Slatti af þessu fólki, ég man ekki að það var 9.000 voru teknir yfir og eitthvað vonum að fleiri muni geta komist til Bretlands. En málið að þetta lag og það er talið að kannski meir en helmingurinn af þessu fólki hafi sé núna í fangilsum eða hafi jafnvel verið myrt eða
þrepið í Afganistan. Þetta mikið fjallað þetta. Það engin saga með hverjum einum og nei, bara fjöldi sem kemur. Enn eitt dæmið sko ábyrgð mitt Bretlands, Bandaríkjanna, Vesturlanda á því ömurlega ástandi sem að almenningur við í Miðausturlöndum býr við. Þetta bara... Það eru svona sögur út allt. Það sem að fólk svona veðjar á Bandaríkin eða Bretland, en það reynist ekki gott. Það var ekki Kissinger sem sagði það, að það er þessi slæmt að vera óvinnu Bandaríkin en þessi hryllilegt að vera vinnu þeirra. Það er önnur alveg frétt. Það er Andrew Cuomo sem að tapaði fyrir Zoran Mamdani í prófkjöri demokrata fyrir borgarstjórnarkosningar í New York. Hann ætlar að fara í framboð í eigin nafni sem þriðji aðili. Og það er náttúrulega, það á að vera þannig í New York að það sé næstu ómögulegt fyrir republikana að vinna það, en samt Giuliani vann til dæmis. Þannig að það gerir stundum, en núna náttúrulega kannski aukast líkurnar á að það sé hægt ef að þeir finna frambærilegan frambjóðanda, því að maður myndi ætla að Cuomo myndi taka freka demokratafylgi og þá er það líklega þeir sem ekki sætta sig við Mamdani. Já, einhver segja að honum hafi verið teflt fram til þess að koma í veg fyrir það að Mamdani myndi vinna. Mamdani er til dæmis múslimi og New York er náttúrulega gyðingabær. Ég meina þeir eiga, þú veist, New York Times og þú veist, þeir eru bara gríðarlega sterkur hópur þar inni. Ekki allir á bandi Ísraelsstjórnar, það eru oft sterkustu mótmæli, það eru gyðingar í New York sem eru að mótmæla stefnu Ísraels. En þetta verður þekkið Andrew Cuomo? Já, hann svaklegast úr starfi sem ríkisstjóri í New York. Já, fyrir kynferðislega áreitni. Það voru fjöldi kvenna sem töluðu að hann hefði áreitt kynferðislega. Þannig að hann einhvern veginn, já, hann sér sér í leikaborði að ætla að snúa aftur. Þetta var nú bara 2021 held ég sem hann hætti. Nú er stundu talað að Me Too það var bara gekk alltaf langt pendúllinn og núna er hann komin svona tilbaka, þannig að finnst þér þetta að vera merki það að menn sem hafa hrökklast frá störfum út af þessum málum, að þeir geti komið aftur, þetta dæmi það? Sko, sýndi hann einhverju yðrun á okkur tímapunkti? Baði einhvern afsökunar, ég þekki það ekki sko. Vöskun eitthvað? Já, ég veit ekki, ég er auðvitað mjög hlynntur í að fólk einhvern veginn sem að gerir mistök fái tækifæri til þess að koma aftur og alveg sama hversu stór eða hræðileg þau mistök geta orðið, þá getur öllum orðið á sko. Mörg þessi mál eru nefnilega hjá dómstóli þjóðarinnar, ekki dómstólunum þessum opinberu. Það er hvernig þjóðin tekur. En finnst ykkur þá gott að hann bara bjóði sér fram og annarkvort fær hann Kannski er það bara. Já, kannski er það bara dómstólinn sem hann þarf. Kannski einmitt, bara þetta forval í demokrataflokknum var hann kannski bara, hefði kannski átt að segja honum ýmislegt að almenningur í New York vildi ekki sjá hann aftur. Nei, og þetta var náttúrulega stór merkileg prófkjör. Af því að Cuomo hafði bara, ég held að það hefði verið sagt að það er enginn í svona prófkjöri haft aðra eins peninga og annan eins svona stuðning, svona opinberan stuðning eins og hann. Þannig að þetta var alveg Davíð og Góliat. Það var Davíð vann Góliat. Herðu, Logi Einarsson, það er við nefndum þetta aðeins í gær. Að eitt af þessum málum sem að döguð uppi í kirkjugarði í ríkisstjórnarinnar var fjölmiðla styrkirnir. Og hann segir við finnum leiði til að koma út þessum styrkjum og þá var hann að segja að ef við náum sér ekki inn á haustþingi sem að, ég veit það ekki, þú veist, næstu jól verða nákvæmlega eins og þetta sumar sko. Þegar þeir þurfa að koma í gegnum fjárlögunum, þeir ná ekkert í mörgum öðrum málum í gegn. Nei. Maður er svolítið fann að spyrja sig sko bara. Hann vinur minn og nafni, Sigurður Þórðarsson, hann var að senda mér eitthvað þetta sko. Hótunum að halda þinginu í áframhaldandi gíslingu, segir hann. Já. Hann er áspenntur hvað er alltaf Logi að gera. Hann getur alltaf ekki verið með reglugerð að veita hvað er slatti peningur, þetta er bara 500 milljónir eða eitthvað. Þú getur ekki með reglugerð. Nei. Þú verður að hafa lög og lögin renn út. Það verður alltaf verið bara framleitt lögin 1 ár í ESN. Sem er alveg ómögulegt kerfi sko. Því að sko, þingmenn, stjórnmálamenn hafa hótað sko,
fjölmiðlum. Það til dæmis var ekki hver sagði, það var Sigurjón Þórðarsson, sagði við RÚV. Já, hann hótaði Mogganum, hann sagði það að lækka stykkina. Já, það var svo vondið við Flokk fólksins. Alveg rétt. Hann sagði þetta ekki alveg svona, en ég meina þannig var þetta túlkað og hann var nú eitthvað að segja, hann hefði ekki alveg sagt þetta svona. Og það var svolítið, sérstaklega svona í janúar, febrúar, það var svolítið svona sláttur á Flokki fólksins að hóta fjölmiðlastyrkjunum. Þetta ekki verið ljós, ég held að það verið snúið fyrir Loga. Ég held að þetta sé ekki eitt af þessum málum sem einhvern veginn rosaleg stemming við að klára. Það var Vigdís Hauksdóttir, þá formaður fjárlaganefndar, sem að sagði við RÚV. Þið vitið, hver ræður. Einmitt. Herðu, 36 hugsanlegir þolendur mansals á Íslandi, það var eitthvað rosaleg rassía hérna og sem að náði út alla Evrópu. Þú ætlar svolítið að fjalla þetta núna eftir. Já, hingað ætla að koma til mín fulltrúar Rauðu regnhlífarinnar sem eru hagsmunasamtök kynlífsverkafólks á Íslandi. Sem eru hlindarvændi. Já, og tala það sem kynlífsvinnu, ekki vændi. Þetta umræðan þetta, það er auðvitað hræðilegt að fólk er selt í mansal, en já, þau hafa svona aðeins aðra kannski sín á hlutina og við erum öll í því að velta upp öllum hliðum hér. Þannig að þar hafa Drífa talskona Stígamóta var í kvöldfréttum RÚV held ég eða Stöð 2, ég man ekki hvað það var. Hún var að tala að þetta væri, hún var í Speglinum á Rás 1. Hún var að tala að þetta væri meðal konur frá Rúmeníu sem eru fluttir hérna að vinna bara einhverja 2 mánuði á einhverju hótelum og svo eru það bara fluttar í næsta land. Já, ég meina þetta auðvitað þekkt, það alls konar mansal sem finnst í heiminum og það fátækt fólk sem lendir í klóm þriðja aðila sem gerir það út, hvers konar vinnu sem það svo sett í, en og þetta auðvitað kannski bara mjög alvarlegt múli. Ég held að það sem að Rauða regnhlífin vilji kannski svona benda á að svona í heild sinni mansal vond. En það þurfum við kannski ekki alltaf að taka þetta kynlífsvinnu út fyrir sviga. Það ekki gefið allir sem eru í kynlífsvinnu séu þar af nei. Séu í mansali. Já. Þú ræðir við þeirra eftir. Það eru 2 fréttir í lokin. Það er ólíft í húsinu eftir að ferðamenn elduðu hákarl mistur. Það var einhvers staðar fyrir austan. Ég held að þetta væri rellukjöt og steiktu það með hvítlögg. Hann sagði að nú vika síðan það var og það búið ólíft í húsinu. Það rétt núna sem bara hægt að ná andanum inni. Og hann sagði að engi borða þetta. Steiktur hákarl með hvítlögg ekki góð matur. Hundarnir áttu þetta. Og þeir eru verið andfúlir. Það eitt í þessu reyndar með svona aukningu ferðamanna hér á Íslandi sem að ég sé að svona samtök grænkera og umhverfisverndarsinnar hafa verið að benda á að það að sko Grænlandshákarlinn sem að hefur svona verið étinn hér á þorrablótum og svona endrum og eins, hann allt í einu, hann komin í svona miklu meiri veiði af því að það svo mikil eftirspurn vegna þess að þetta þykir svo mikið sport á meðal túrista og sama með lundan. Að lundin sé veiddur núna í auknum mæli og boðið upp á reykta lunda. Það í útrýmingarhættu. Akkurat. Og en það nú samt víða á veitingastöðum bara á höfuðborgarsvæðinu þar sem boðið upp á reykta lunda. Þannig að þetta svona ágefni og... Ég má segja reyna að ég hef nefnilega lent í slag við hákarl. Já, það bara þannig. Þegar ég var á Sólbakklóðurónum þá kom hákarl í trollið. Og það bara meira en að segja það. Við þurfum að skera á trollið því hann náttúrulega var að berjast fyrir lífið sínu, og við vorum að skera á meðan hann lét öllum illum látum. Já, svo enda með hann komst út úr trollinu og þá þurftu að hífa hann með sleppikrók, setti þetta hann sporðurinn á hann alveg maður. Svo erum við að reyna að skuttla yfir hann og svo tókst það fyrir rest. En þetta var sæmileg glíma. Þetta var flott að geta sest að slegist úr krók. Já, betur. En varðandi veiðir ég verslast við Bónus í Kjörgarði á leiðinni heim. Þar hákarl í boði. Það nú ekki mikill matur í lítil Bónusbúð. Og bara, getur keypt fisk í raspi og fiskibollur og eitthvað,
eldislax og svo hákall. Já, þetta eitthvað sem ég myndi vilja til dæmis, og grænkerar myndi vilja sjá umhverfisráðherra kannski skoða. Skoða hvort það er mikið. Herðu, síðasta fréttina því að við erum aldrei vitnað í Smartland, núna kemur að því. Já. Valkyrjurnar fallegar í fánalitunum. Það voru þegar þingi endaði, að þá voru þær, þá var Þorgerður Katrín var hvít, og myndi þá vera þá ísdrottningi líklega. Inga Sæland var rauð, eins og eldurinn í fánunum, eða ekki? Það er ís og eldur. Og svo var Kristrún blá eins og himinin. Eða jökullin. Já, nei, það er ekki jökullin hvítur, sko. Nei, það er svona frosinn, sko. Nú, það er að koma 2 ísum hann að fyrir, bæði blái liturinn og hvíti sig ís. Nei, ég er ekki að meina ekki úr vél. Ég held að blái liturinn í fánunum sé annarkvort er þetta himinin eða hafið. Já. Nema fór þetta ekki að segja. Þetta var bara óvart, sko. Var þetta óvart hjá þeim eða klæddu þær sér upp á svona sérstaklega í tilefni dagsins? Ég held að það verið óvart. Já, þær eru bara svona þjóðlegar í hjartanu. Það er ekki óvart, þá er þetta ótrúlega séð, því að það er svona baráttan hvernig þingklokkin voru, að þá er þetta náttúrulega mjög fínt að lenda í Smartlandi í íslensku fánalitunum. Það er enginn sem fussar yfir því. Herðu, þetta eru fréttirnar. Við ætlum að hafa örstuttar auglýsingar og svo ætlum við að tala vændi eða kynlífsverka fólk og það er Margrét Lilja sem að fær hér gesti eftir augnablik. María Lilja, það er gesti eftir augnablik. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.